Komið í sæl og gleðilegt nýtt ár. Það var vel kalt hjá okkur síðastliðna nótt og fór hitastigið á nokkrum stöðum niður fyrir 20 stig, meðal annars á Þingvöllum og hér í Víðidal í Reykjavík. Ein af ástæðan þess er þessi hæð hér suðvestur af landinu og hún heldur lægðaskilunum hérna langt austan við land, þannig að það er létt og bjart yfir mest öllu landinu, kannski örlítill éljagangur allra austast, en að öðru leyti er þetta bara búið að vera skínandi fallegt veður en kalt. Í kvöld var frosti komið niður undir 20 stig aftur hér í Víðidal, en þegar að líður á kvöldi þá þykknar upp og það stefnir í það að það hláni þegar að líður á nóttina hérna á Suður- og Vesturlandi. En svona þá þróunin næst á sólarhringinn eða svo, hæðin heldur velli nokkurn veginn, færi sig að þokast aðeins í austur og hún ýtir hérna að svona mildara lofti með örlítilli úrkomu. Hæðir eru yfirleitt ekki nægilega kraftmikla til þess að gera einhverja alvöru hláku, en þetta svona það allavega slæra á mesta kuldan hérna á Vesturlandi og Suðurlandi. Við erum með þetta myndarlega lægðakerfi hérna sem næri hérna niður í Evrópu og það mun gefa þá rigningu þá miðbik álfunnar. Við skoðum það betur á eftir. Lægðin hér yfir Vesturheimi, hún hefur lítil áhrif á okkur á næstunni, en á hitasviðinu þá sjáum við að aðal kuldapollurinn sem er hérna fyrir norðaustan land, að hann fer hérna austan við og kemur lítið við sögu hjá okkur og það kemur svona fyrir að sjáum við að birtir í hérna ljósbláa lit hérna á Grænlandssundi sem að sækir að okkur. Þá er það þróunin á veðrinu til morguns, við sjáum hér strax í kvöld og í nótt, þá koma þessi bakkar og þykknar upp hérna vestanvertlandi, vestan svona strekkingsvindur í þessu hérna út á miðunum, en hann verður mun hægar inn til landsins. Aftur á móti þá er ágætlega bjart á Suðausturlandi og svo ætti nú að hanga þurrt allavega miðbik Norðurlands allavega mestu leyti. Þannig að hádegi á morgunum og þá búast við að staðan gæti verið þessu lík, 0-2 3 stiga hiti á Suður- og Vesturlandi, vægt frost annars staðar, einhver smáél allar austast áfram, en úrkoman hér á Suður- og Vesturlandi má þá búast við að verði þá í formi slyddu, snjókomu eða rigningar svona allavega næst ströndinni. Það er þó, þegar að hitastigið er nú á þessu stigi, þá verður úrkoman oft býsna blönduð. Þróunin síðan áfram til föstudags, það er að þetta viðhelst hérna á Suður- og Vesturlandi. Eins og áður sagði þá hafa hæðirnar ekki orku til þess að keyra þetta yfir allt landi, þannig að þessi úrkoma er bundin sérstaklega hérna við Suður- og Vesturland og hitastigið þá sama skapi á þessu róli, þannig hádegi á föstudag. Þannig reyndar hefur nú laumast inn vitlaus dagsett eða vitlaus dagur, en þetta er á föstudag og það er í raun úrkoman áfram hérna. Þetta er ekki mikil úrkoma og hægur vindur, þannig að þetta ætti nú að trufla fáa, að þetta gæti hangið í svona skúra slydduleiðingum, en þetta er ekkert merkilegt. Og hérna á Austurlandi er þá þurrt og ágætlega bjart, en síðan á föstudagskvöld að þá hins vegar breytist þetta, að það dregur niður, þetta fer hérna suðaustur af og léttir til mest allt land nema hérna allara syðst, og það ekki fyrir á laugardagsmorgun að það léttir þá til þar, en það er þá komin aftur þessi litli éljagangur hérna allara austast í norðanáttinni, en annars bjart mest allt land. Þetta eru sem sagt vindatölur á miðunum hérna úti fyrir, en það sjáum við að tölurnar inn til landsins eru mun hægari. Aftur komin þessi kuldi sem við höfum verið með undanfarna daga, bjart og fallegt veður hérna á Norður- og Vesturlandi, og sama má segja fyrir sunnudaginn að þetta er mjög áþekkt, það er kannski heldur skýjaðara, en á öðru leyti mjög áþekkt veður. Hins vegar verður þá orðið bjart hérna allara syðst í norðanáttinni. En ef við lítum síðan yfir til Evrópu, eins og áður sagði, þá vorum við að tala um þessi skil hérna sem liggja hérna yfir miðri álfunni og langt inn í Rússland, að það er bjart og mun mildara hérna sunnan þeirra, en norðan til er svona úrkoma af og til, og þetta úrkomuband þegar þetta kemur sér í Alpana þá mun nú líklega færast yfir í slyddu snjókomu á þeim slóðum. Bretlandseyjar njóta þess að vera inn í þessari hæð, þannig þar er þó allavega léttskýjað, en það verður ekki sérstaklega háar hitatölur, og í Skandinavíu má segja meira og minna frost, og svo sjáum við hérna með ströndum Noregsir eru svona smá lægðabólur sem að munu þá gefa þeim snjókomu næstu daga. En á öðru leyti þá er þetta býsna svona einsleitt og nokkuð á pari við það sem gerist á þessum árstíma. En á Kanari þá erum við með svona hæga austan, suðaustanátt. Það verður hiti svona upp undir 20 stig, það er kannski margar stöðvar sem fara yfir 20, en einhverja líklega þó. Og þetta er svona skýjað með köflum, þannig þetta er ágætis veður fyrir þá sem þar eru. Í Vesturheimi víðáttu mikil lægð hér yfir Nýfundnalandi og Baffinslandi.
viðvarandi lægðadrag eins og oft vera við norðvesturströndina og Seattle og þar umkring, en annars þetta víðast hvar þurrt og bjart, orðið býsna kalt þegar sem lægðin dregur norðanáttina lengst niður í miðríki Bandaríkjanna, þannig það frost í allir meira og minna öllum svona helstu borgum Kanada og eitthvað suður í Bandaríkin. Eftir því sem sunna dregur þá hlýnar eðli málsins samkvæmt og til dæmis eins og í Miami þar getur maður átt von á 25 stigum og í Los Angeles geti þetta farið í eitthvað svipað. En við skulum láta þetta gott heita í dag. Verið þið sæl.